Sandra María Yasin í stutti fríi á Akureyri. Sandra, þú ert búin að vera að leika með Leverkusen núna í síðustu 5-6 leikjum. Það er núna aðeins að kíkja hérna heima án og fer í landsliðsverkefni. Hvernig líður þér? Þetta er alveg ótrúlega gaman, mjög gott fyrir mig að koma aðeins heim og endurnæra mig fyrir síðustu leikina heima í Þýskalandi. Sandra, þetta kom svolítið óvænt upp í vetur eða svolítið skyndilega. Er þetta ekki búið að vera gaman? Jú, þetta er búið að vera algjör upplifun, þetta er alveg frábært tækifæri fyrir mig og ég er búin að læra heilan helling, bæði að lifa sjálf í útlöndum og svo auðvitað fótboltalega séð, bara alveg hellingslærdómur í þessu. Þarna ertu svona örlítið að lykta af því hvernig heimurinn er hjá atvinnumönnum þarna, því að þýska deildin er ekkit annað en atvinnumönnum, þetta er einn sterkasta deild í Evrópu. Já, þetta er alveg virkilega sterk deild og það er alveg ótrúlega gaman að fá að prófa að spila með svona sterku lið að móti svona sterku mótherjum líka og það er klálega mikill lærdómur sem að færa út úr þessu og bara já, eins og þú segir að þegar var atvinnumennskunni, það er alltaf bara draumurinn frá að vera lítill. Og þetta hefur gengið eiginlega vonum framar eftir að þú ferð út. Þú ert búin að spila alla mínútur liðsins sem að hefur verið, já, síðan þú komst og bara gengið verið kannski betra heldur en áður þú komst. Já, þetta er búið að ganga alveg ótrúlega vel síðan ég kom út og ég er bara rosalega ánægð og liðið er búið að bæta sig mjög mikið af því sem mér er sagt, þannig að það er mjög flott skref og gaman að vera partur af þeirri uppbyggingu sem er í félaginu. Sandra, nú þú náttúrulega kortung en mjög leikrind hérna úr deildinni, hérna Pepsi-deildinni heima með Þór Káa. Er þetta eitthvað sem að þú getur núna miðla að til annara leikmanna hérna sem að er að koma upp úr starfinu hjá Þór og Káa? Eitthvað sem að stelpur stefnið á þetta? Já, það er að sjálfsögða líka partur á þessu. Það er mikilvægt að miðla þessu til stelpunarna sem er að koma. Við erum með fullt af ungum og efnilegum stelpum hérna hjá Þór Káa og bæði líka í yngri flokkunum hjá Káa og Þór sem eru bara með mjög mikið potential að standa sig í framtíðinni. Þannig að það er alveg klárlega mikilvægt fyrir mig að reyna að hjálpa þeim og miðla einhverju sem ég hef lært að núti með þeim. Nú erum við komin inn á þetta að tala unga leikmenn. Þór Káa er einmitt að tefla fram í Lengjubikarnum eiginlega bara hálfgerð úlingalíði og ekki alveg gengið sem skildi en það er að lenda í gríðarlega sterkum liðum og leikrindum leikmönnum. Ertu að fylgjast með svona á hliðarlínunni? Ég er að fylgjast með á hliðarlínunni, alltaf engin útsending en ég tala mjög mikið við stelpurnar og fylgjast með úrslitunum og fengi að heyra ýmislegt leikina. En mér finnst bara mjög jákvætt og bara gaman að sjá hversu margar stelpur eru að fá sénsinn til að bæða sína sig og finna hvað þeir eru að bæta sig í þessum leikjum. Þetta er nú það sem er þeirra stærsti draumur að fá að spila í meistaraflokki, þannig að þetta er mjög jákvætt að þær sé að fá þessa reynslu bara og læri af mistökum og svona, þannig að þetta er bara mikilvægt fyrir þær. Svo kannski gaman að minnast á hérna að það er til dæmis Hulda Björg Hannesdóttir sem er náttúrulega bara nýkomin upp í annar flokk, hún er búin að núna í 2 síðustu leikjum skora sett gott markið og sitt búin litnu, þannig að þær eru að nýta tækifærið. Já, þær eru klárlega að nýta tækifærið og að standa sig vel, ég efast ekki það. Ég hef bara heyrt jákvætt frá Jóa þjálfara og stelpunum sem ég hef talað við og þetta er bara mjög mikilvæg reynsla fyrir stelpunar og bara já, sýnir hvað við eigum flottar ungar stelpur hjá okkur. Það er náttúrulega, það er kannski verið ekki allar nema að hluta til stundum í hópi í sumar en þetta er gríðarlega reynsla. Þetta er mjög mikilvægt fyrir þær að prófa að þefa af þess, þá vilja þær ennþá meira, eða leggja meira á sig til að komast í hópinn og svona og síðan þegar koma þá er það frekar tilbúnar þegar þær fá sénsinn og þannig að já, mér finnst þetta mjög mikilvægt og bara jákvætt. En Sandra, ef við förum aðeins inn í þýska boltann aftur, þú átt eftir að spila 2-3 leiki og staðan hjá ykkur er ekkit, já, hún gæti verið betri eða þið þurfið megi ekkit minnst í ykkur núna á lokakaflanum. Nei, það eru 3 leikir eftir hjá okkur og við erum með 8 stiga forskot á liðið sem er fyrir neðan okkur sem er í fallsæti, þannig að við höfum 1 leik eftir á móti þeim, þannig að það er mjög mikilvæg leikur, þannig að ef við vinnum þær þá erum við í mjög góðri stöðu, en síðan er bara að halda áfram. Hver leikur er mikilvægur og reynum að næla í stig, jafnvel þótt að það sé á móti sterkustu liðunum. Sandra, svo náttúrulega færð þú að upplifa það að glíma við fornfræga stórlið Bayern München í lokaleiknum þínum hann úti og nú kemur heim. Já, það verður skemmtilegt verkefni að fá að enda þetta á alvöru leik á móti Bayern München 1. maí og koma síðan til Íslands 2. maí, þannig að það verður skemmtilegt að prófa að spila undir þeim.
Segðu mér svona bara til uppsingar, á deildaleikjum úti er mjög mikill áhuga á þessu, eru margir áhorfendur sem eru að koma á leiki og fylgjast með og styðja liðin? Það er alltaf umgerðin og allt í kringum þetta er alltaf frábært nú til, hún er alveg til fyrirmyndar og áhorfendurnir eru oftast mjög margir og það er vel mætt, þannig að það er ekkert út á það að setja og ég held að það séu svona það bil 1000 til 4000 mæta á leiki sem verður að teljast mjög gott á kvennaleiki. Kitlar það ekki svolítið að spila fyrir svona marga áhorfendur? Jú, það er mjög gaman og spennandi að sýna sig svona fyrir framan alla. Svona líkt eins og bara var á Þórsvelli 2012 þegar bikarinn fór á loft og rúmlega 1000 manns í stúkunni, það var nú gaman þá. Já, það er sennilega skemmtilegasti leikur sem að spila með félagsliði en það líka mjög gaman að spila úti fyrir þessa áhorfendur. Sandra, næstu skref, það sem sé þú átt núna að stökkva í landsliðsverkefni áður nú ferð aftur út og kíkja aðeins á æfingu og stelpunni Þór Káa. Já, ég fer út á laugardaginn með landsliðinu, við höfum einn leik við Hvíta-Rússland og síðan fer ég beint aftur út til Þýskalands, klára þessi leiki og síðan var ég klár í Pepsi-deildina þegar ég kem aftur heim. Og þú ert að koma heim, hvað, 1. maí? 2. maí. Og það er verkalýsdagurinn sjálfur 1. maí sem þú ert að spila við Bayern München? Já, það er svoleiðis. Þannig að þetta verður skemmtilegt. Þið hlakka til? Ég er mjög spennt og ég hlakka alveg virkilega til þess að koma heim aftur og spila Pepsi-deildinu með stelpunum, með mínu liði. Það verður ekkert síður gaman? Nei, það verður mjög skemmtilegt verkefni. En líst þér ekki vel, leggst ekki sumari vel í eins og við erum búin að fá 3 landsliðsmenn frá Mexíkó, líst þér ekki vel á þetta? Jú, þetta lítur bara mjög vel út og eins og segjum við með helling og ungum efnilegum stelpum og erum að fá reynslu inn í þetta 3 mexíkanska landsliðsstelpur þannig að þetta hlýtur að koma og smellpassa allt saman. Þetta verður Pepsi sumari stóra? Þetta verður okkar sumar. Sandra, gangi vel í næstu verkefnum. Já, takk fyrir.